Netverjar get ekki hætt að dæla út í jarmi Beckham-fjölskylduna. Fólk hefur áhuga á þessu, það alveg ljóst. Kannski þetta kærkomin truflun frá þessum þungu fréttum sem við lesum dagstælega. Beckham-fjölskyldan nefnilega meira en bara frægfjölskylda. Þetta popstjarna og fótboltagóðsögn sem sköpuðu saman risa viðskiptaveldi og stundum kölluð hin konungsfjölskyldan. En hvað gerðist? Brooklyn Beckham, elsti sonur Davids og Victoríu, hann birti langa færslu, 800 orð í 6 hlutum í story á Instagram í vikunni, þar sem hann gagnrýnir foreldra sína fyrir að fara ítrekka í fjölmiðla með mál fjölskyldunar. Það ekkert leyndamál að Brooklyn hefur verið ósáttur við foreldra sína lengi. Hann hefur fjarlægt sig frá Beckham fjölskyldunni smá saman, sérstaklega eftir að hann og Nicola Peltz, bandarísk leikona, byrjuðu saman. Hann sakar foreldra sína að eyðileggja samband þeirra, löngu áður en þau gengu í það heilaga. Þau hafa verið par í að minnsta kosti 6 ár og giftu sig í apríl 2022. En þetta virðist hafa byrjað í vor þegar Brooklyn mætti ekki í 50-afmæli pabba síns. En Brooklyn tók þetta svo alla leið á mánudaginn. Þá segist hann ekki vilja ná sáttum við fjölskyldu sinna. Hann bara kominn nóg. Hann vill ekki láta stjórna sig lengur, segist vera að standa með sjálfum sér í fyrsta sinn og hann orðinn þreyttur á að foreldrar hans stjórni umræðum Beckham fjölskylduna, hvort sem það í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum. Brooklyn segir fjölskylduna setja Beckham vörumerkið í fyrsta seti. Munum eftir því flest okkar þegar þau giftu sig og seldu brúðkaupið til glanstímarita og þau voru í svona fjólubláu samsettu dressi. En það sem vakti mest athygli í færslu Brooklyns uppákoman í fyrsta dansinum þeirra í brúðkaupinu. Brooklyn's wedding was a very special day, and their first dance as a married couple was very, very classy and... Be honest. I am being honest. Be honest. I am being honest. What did you do during Brooklyn's first dance at his wedding? So, Brooklyn's first dance was... No, one answer. All right, well, it's not a simple answer. What did you do during Brooklyn's first dance? It depends. No. What did you... All right, during Brooklyn's first dance at his wedding, I got on the stage and twerked. Thank you. Mark Anthony, dansari, söngvari og fyrrverandi eiginmaður J.Lo fenginn til að taka lagið og kalla Brooklyn upp á svið og segir stuttu síðar að hann vilji kalla fallegustu konuna upp á svið. En þá á hann ekki við brúðina, Nicole, hann á við Victoria Beckham, móður brúðgumans. En við vitum svo sem ekki alveg hvað gerðist nákvæmlega þarna því að það bara til ein upptaka af fyrsta dansinu. En það stoppar ekki fólki að ímynda sér hvernig þetta geti hafa litið út. Brúðkaupsgestirnir 500 skrifuðu nefnilega undir samning sem bannar þeim að taka myndir í veislunni. Tökumaður tók vissulega upp fyrsta dansinn en brúðhjónin eiga eina eintakið. Brooklyn segir dansatvikið svo alvarlegt að hann vilji endurnýja heitin strax með Nicole til að skapa nýjar brúðkaupsminningar sem vekja með þeim gleði og hamingju, ekki kvíða og skömm. Brooklyn virðist vilja segja skilið við Beckham-fjölskylduna fyrir fullt og allt. Fyrst kom Brexit, svo kom Mexit, þá að stefna í Brexit næst. Ef þú vilt vita meira, þá mæli ég með að fylgjast með næsta þætti af Heimskviðum á laugardag.